Komið blessuð og sæl og verið velkomin á örkynningu hafnakerfið sem hluti af Business Central. Þetta 5. örkynningin á sveitarfélagalausnum sem 5. af 8 sem við erum með núna á fyrri hluta árs. Og ég heiti Erna Einarsdóttir og ráðgjafi í sveitarfélagahóp. Já, hafnakerfið. Ég ætla að fara yfir helstu þætti hafnakerfisins og hvað það heldur utanum og svo skoðum við þetta í praktískt hvernig þetta vinnur. En hafnakerfið heldur utan skráningu á umferð höfnina og þá þjónustu sem höfnin veitir og út frá því eru gerðir sölureikningar sem sendir eru til innheimtu. Við getum verið með áætlaðar skipakomur. Ef við vitum að það skip væntanlegt, til dæmis skemmtiferðaskip í sumar eða næsta sumar, þá skráum við það á áætlað skipaumferðarspjald og síðan þegar skipið kemur þá stofnum við skipskomu út frá því, út frá áætlaða spjaldinu. Við getum tengt áætlaða skipakomu við legupláss sem gefur okkur þá góða yfirsýn yfir ráðstafað legupláss í höfninni á hverjum tíma. Við erum með tvenns konar flokka fyrir skipakomur. Það eru annars vegar komubátar, eða þeir bátar sem koma óreglulega og þá hver koma skráð. Fyrir hverja skipskomu stofnað nýtt skipakomuspjald eða sótt úr áætluðum skipakomum. Þegar skráning staðfest, að báturinn sé kominn, að bátur sé í landi, að þá koma sjálfkrafa inn þeir gjaldaliðir sem áætlað að skipið að greiða hverju sinni. Svo hægt að bæta við færslum eftir því sem þarf meðan að skipið í landi. Og þegar það fer þá skráð brottför á skipskomuna og möguleiki að senda út reikning strax eða safna þeim saman og senda í lok tímabils. Til dæmis ef það einhverjir sem að koma oftar en einu sinni yfir tímabilið, að þá hægt að setja það á, safna því saman á einn reikning og senda í lok tímabils. Svo eru það langlegubátarnir. Má segja sum skip sé í langtíma dvöl og reikningsfærð, kannski mánaðarlega. Þetta eru til dæmis smábátar, heimabátar, þeir sem eru já, bara yfirleitt nokkuð eins, bara með mánaðargjaldið, sorpið, vatnið og svoleiðis. Þessi bátar eru sérmerktir og ekki skráð á þá brottför, nema þá að þeir fari eitthvað annað eða teknir á land og eigi ekki hreinlega greiða hafnargjald. Og já, mælakerfi. Þá erum við með skráningu á alla mæla, bæði vatns- og rafmagnsmæla. Við skipskomu þá skipið tengt ákveðnum mæli og mælastaða sett inn og þegar það fer, þá skráð aftur notkunin og aftur skráð mælastaðan og notkunin skráist á skipskomuna og innheimtist með henni. Vigtarkerfi, það heldur utan vigtun á höfninni og hægt að tengja við skipskomuna og reikningsfæra með skipskomunni eða sérstaklega í lok tímabils eða strax. Reikningar vegna vörugjalda, þeir eru einnig sendir úr vigtarkerfinu og vigtarnótur, það möguleiki að senda þær með tölvupósti. Skilagreinar vegna aflagjalda hægt að skrá inn, tengja við skipskomuna og hægt að senda úr kerfinu við reikning á viðkomandi aðila út frá skráningu skilagreina. Í leigueiningum getum við haldið utan ef það eitthvað sem höfnin til dæmis að leigja út, eins og landsvæði, gáma, húsnæði, þá skráð leigutímabil og reikningar gerðir fyrir hvert reikningstímabil. Og í þessu eins og með skipskomur þá hægt að tengja mæla, rafmagns- og vatnsmæla við leigueininguna og innheimta notkunina með leigureikningunum. Reikningagerðin svo gerð í gegnum reikningstímabil. Þá hægt að skilgreina margar tegundir reikningstímabila, vera kannski með sérstakt
tímabil fyrir langleigubáta, annað fyrir komubáta og sér fyrir leigueiningar og vigtarkerfi. Reikningum tímabils er þó safnað saman undir viðkomandi reikningstímabili. Til dæmis allir reikningar vegna langleigubáta fyrir mars eru þá saman. Og hægt að sjá fjöldareikning og heildarupphæðir og það getur verið þægilegt að bera þarna saman á milli tímabila tekjurnar og út frá reikningatímabili er mjög þægilegt að skoða líka skipakomur, leigueiningar og fleira sem er þarna að baki. Þá er að láta þessu bara lokið, búin að stikla hér á stóru, svo nú er bara tímabært að kíkja aðeins inn í kerfið og skoða ferlið. Nú, þetta hérna er valmyndin fyrir hafnarhlutverkið. Að við vinnum mjög mikið eftir bláu kössunum. Að þá, ef við horfum á efstu kassana, þá erum við þarna með skipskomur í skráningu. Það er 1, 2 bátar í landi, 3 farnir en ekki búið að reikningsfæra þá. 179 reikningsferðir, 4 langtímabátar heima, eða semst ekki heima heldur eftir að rukka. Engin mælaskráning sem er óútskráð og 1 mælaskráning sem er ekki búið að reikningsfæra. Svo eru bláu kassarnir þarna fyrir neðan, það tilheyrir meira uppáskriftinni og þeim sem að skrifa upp á reikninga. Á aðgerðaborðunum uppi efst að þá erum við fremstu 3 dálkarnir er svona almennt, þetta er meira sem tengist fjárhagnum, til að taka út stöður á höfninni og svo erum við með skipaumferð, þar sem við erum með skipakomurnar og áætlaða skipaumferð og svo reikningsgerðina, reikningstímabilin, nafnagjöldin, vigtarnótur og sölureikninga og svo er uppsetningin. Það eru náttúrulega ýmsar uppsetningar á bakvið. Að þarna erum við með skipaskrána á hafnakóta, gjaldaliði og við kíkjum betur á þetta allt núna. Ég bara byrja að kíkja með ykkur yfir gjaldaliði, uppsetninguna á þeim og segja að þetta sé verðskrá hafnarinnar. Þá erum við fyrst með heitin á gjaldaliðnum og lýsingu. Svo erum við með maggreglu, þar getum við verið með annaðhvort einslegið brúttótonn sem hálfur dagur eða heill dagur eða dagar og fjöldi daga og fjöldi hálfra daga. Það er þetta hlutfall af magn samkvæmt lengd tímabilsins og svo erum við með forða á bak við gjaldalið sem að stýrir hvar þetta bókast í fjárhagsbókhaldi. Og við getum verið með hámarksfjölda reikninga á tímabili eins og eitthvað stærri lestargjald aldrei innheimt eða í mesta lagi 2 á tímabili. Þá værum við þarna með 2. Ef það er eitthvað lágmarksgjald, þá er það upphæð hér. Og svo á bakvið erum við með verðskrá á aðgerðaborðunum upp. Og þá sjáum við hver verðskrán er. Getum verið með söguna inni, sitjum inn, gildir frá. Alltaf bara þegar kemur ný. Og gjaldflokkur er eftir hvort það sé koma eða mánaðabátur. Ef það er ekki neitt þá er þetta bara allir flokkar. Þetta eru gjaldaliðir og nú förum við inn í skipaskrá. Hér erum við með lista yfir öllu skip sem við erum með skráð hjá okkur. Og ég ætla að opna spjald fyrir einn og fara yfir uppbygginguna á því. Þetta er skipaskráarnúmerið og svo heitið á skipinu, eigandinn, heimahöfn. Hér á bakvið er listi yfir heimahafnir og svo erum við með tegund. Þessu tilfelli er þetta rannsóknarskip. Við erum með ýmsar tegundir af skipum og við tengjum gjaldaliðina sem við vorum að skoða áðan fyrir tegundir skipa. Þá tengjum við við að rannsóknarskipin eru oftast með þessa gjaldaliði. Svo ef við erum með fiskiskip þá eru þau með eitthvað annað, skemmtiferðaskipin. Og þá setjum við inn farþegagjöld og þá er það að poppa upp síðan þegar við skráum skipskomuna og undirbúum reikningagerðina.
að þetta er þá bara tegund skipsins og gjaldflokkurinn, gjaldaliðurinn og röðun, þá erum við að raða þessu bara hvernig við viljum að þetta birtist á reikningnum. Nú og svo erum við hér með næsta reit, það er gjaldflokkur. Þetta er koma, það er komubátur, svo getum við verið með í rauninni eins marga flokka og við viljum. En svona þessir algengustu eru hérna koma og mánaðar. Þetta á að gjaldfærast við brottför og svo er valkvætt hvort maður setur inn kallmerkið og umdæmisnúmerinn og farsímanúmer. Þetta er bara svona til að geyma nánari upplýsingar um skipið og svo setja stærðir á skipunum. Það er nauðsynlegt að hafa brúttótönnin til að reikna út frá. Sjálfgildi, hér sjáum við erum með sjálfgefin höfn. Sjálfgefin höfn hér Ísafjörður, þá kemur hún sjálfkrafa upp í skipakomunni. Hafnarsvæðið, þá er hafnarsvæðið 3 sem kemur þó upp og erindi. Hvert er erindið? Hér er hún með annað en það getur verið að sé verið að landa fiski, lesta salti eða farþegaskip eða ýmis erindi. Þetta er skipaskráarspjald og úr því getum við skoðað hérna komur þessa skips. Við erum komin niður í skipskomulista og skipskomurhreyfingar. Það var að hérna, hann kom 1.10. og fór 31.10. Og svona sagan, gjaldaliðirnir, það eru gjaldaliðir sem við skoðum áðan sem eru bara bak við tegundina RA70. Tímabil reikningar, þá getum við séð hérna þá reikningar sem hafa farið út vegna þessa skips. Nú ætlum við áætla skipakomu. Við vitum að það er von á Bjarna Sæmundssyni 9. apríl 12 og það er reiknað með hann síðan í sólarhring. Bjarni, þá kemur hérna sjálfkrafa inn þessar upplýsingar sem við vorum að skoða á skipaskrárspjaldinu áðan. Við staðfestum þessa áætlun og fáum þá hér inn þessa gjaldaliði. Nú bara segjum við að það sé kominn hérna, að Bjarni sé kominn og hann kom hérna, þá setjum við inn hérna hvenær hann kom og staðfestum áætlaða komu. Og þá verður til hérna skipakomuspjald. Og staðan á því er þá komin hérna í landi og meðan að Bjarni er í landi þá er hægt að hérna breyta og bæta hér við. Segjum að það sé vogagjöld, þá er hægt að setja þau inn eða senda þau síðan úr vigtarkerfinu og til að skrá mæli á hann og fyrir við skrá mæla upplýsingar, setjum inn númer á mæli, upphafsstaðan á þeim mæli er 160 og þetta er 9.4. sem við erum að setja inn klukkan bara 13 og svo getum við bara að loka þessu og haldið svo áfram þegar hann fer og segjum þegar hann fer að þá er hérna staðan á mælinu komin 200 og þá er reiknuð notkun 40 og í lagi hér. Þá erum við búin að skrá mæla upplýsingarnar bæði inn og út og þá erum við að stofna mælalínur á skipskomunni. Þá sjáum við að bættist við hérna næst og sjáum mælastöðuna. Nú, þegar að Bjarni fer aftur, þá skráum við brottfarardagsetningu og brottfarartíma og skrá brottför, veljum það hér. Þá breytist staðan hér, farið í reikningsfærslu og við gerum hérna bara í lagi. Sjáum við hérna, ég ætla að nota hérna endurnýja hnappinn eða F5 til að endurnýja það sem er í bláu gluggunum. Þá sjáum við að hér bættist við bátur í farið. Hérna er Bjarni, en við ætlum að
reikningsfæra hann strax, bara gera reikninginn. Þá myndum við fara hér í reikningsfæra og þá myndast reikningur. Þá erum við komin hérna með sölureikning og bókum hann. Og svo þá bara áfram með hann í innheimtu. Svo er hérna með skip í skráningu. Byrjuðu að skráa það inn. Þetta var semst ekki áætluð skipakoma, bara skráning beint. Og fyrir ég að staðfesta komu, þá staðan á honum orðið í landi. Hérna sjáum við að hér kemur líka inn bara gjaldaliðirnir sem eru á bakvið þessa tegund. Og ef við gerum hérna brottfæra dagsetningu og skráum brottför. Og svo ætla ég ekkert að gera meira við þennan reikning fyrir að ég fyrir reikningatímabil og fyrir að gera reikninga fyrir tímabil. Þá eru það vigtarnótur. Hér erum við komin með vigtarnótu og skráum við bara seljanda og kaupanda, dagsetningu og vigtarmann og vörutegundina og vörubílinn. Þá erum við með lista hérna yfir vörubíla og brúttóþyngdin 22.000 og þyngdin á bílnum og þá erum við hérna með nettóþyngdina. En hér erum við bara innheimta vigtargjald og svo bara lokum við þessu og þá breytist staða hérna úr opin í lokuð. Og við getum farið í að reikningsfæra þetta strax með því að velja hér eða láta það bíða og það komi með keyrslunni í lok mánaðar. Vigtarnótu getum við sendt hérna bara með tölvupósti og netfangi að vera bakvið á viðskiptamannin. Opnast þetta bara svona hérna í tölvupóstinum til að senda vigtarnótan. Það er svona PDF-skjal með helstu upplýsingum. Bara eins í rauninni farið að með vörugjöldin, þá erum við bara með vörutegundina vörugjöld. Getum verið hér með alls konar vörutegundir, það hefur verið að vigta timbur eða brotajárn. Það haldi utan það. Og það er hægt að tengja þetta náttúrulega eins og ég sagði áðan við skipskomuna, þá myndum við setja skipskomunúmer hér og þá myndi innheimtast ef það er útfellt skipskomunúmer þá innheimtast það með skipskomunni. Aflagjöld. Þá förum við hér inn í aflagjöld og fáum hér upp aflagjaldaskilagreinan glugga. Búin að skrá hérna inn eina. Hérna skilagrein. Það er þá bara tímabilið og sett inn og viðskiptamaðurinn. Og svo í aflagjaldalínur, hérna neðri hlutanum heitir skipskoma og magnið, aflaverðmætið og aflagjald og reiknar út prósentuna, samtalsupphæðin og setjum gjaldaliðin fyrir aflagjöld svo þetta bókist nú á réttan stað. Og svo er það bara hérna, stofna reikning og bóka og senda þetta. Senda reikning og samkvæmt skilagrein. Já, fyrir þessum aflagjöldum. Jæja, þá fyrir nú að síga á seinni hlutan. Ég ætla að fara hér núna í leigueiningar. Það eru hér undir hafnalista. Veljum við höfnina, hafnarsvæði og svo hvaða hafnarsvæði það er. Getum við annað hvort þurfum við hafnabása eða leigueiningar. Og kíkja hérna bara í leigueiningar. Hér erum við með 2 pláss, eða 2 svæðishluta og þetta er hér eru margir að leigja í sama húsinu en við stór svæði kannski. Og svo í línunum þá er það bara hver er leigutakinn, kennitala og hérna hvernig á að rukka. Gjaldskráin er á gjaldaliðnum, upphafsdagur leigu, sjálfkrafa kemur inn lokadagur leigu þegar búið er að rukka fyrir það tímabil. Hér sjáum við að næst er að rukka fyrir apríl, búið að rukka til 31.3. Og við getum tengt mæla, farið hér í að tengja mæla eins og við gerðum við skipskomuna og rukka þá með leigueiningunni. Þá í rauninni þurfum við ekkert að vera að líta hérna inn því að þetta
nema það sé einhverjar breytingar, það sé einhverjir nýir. Því að þetta kemur svo bara í reikningatímabilinu sem að við ætlum að vinda okkur hérna í núna. Fyrir við hérna í reikningatímabil og erum þá með hérna afmörkun á höfn og erum með mismunandi tímabil, annars vegar komubát og hins vegar hérna heimabátana. Ef við veljum hérna tímabil 4 sem fyrir apríl, við vitum að við eigum allavega eina hérna skipskomu þar. Förum í sækja komur, leigu og vikt tímabilsins. Þá eigum við hérna 4 reikninga og fáum við hér inn fjöldi óreikningsferða. Getum smellt á það til að skoða hvað það er. Þá erum við hérna með 4 skipskomur. Hérna sjáum við Ragnar Þorsteinsson sem við skráðum inn á það. Og út frá þessu getum við svo hérna stofnað reikninga. Nú stofnaði ég bara einn, bara fyrir línuna sem ég var í. Ég get verið hér í reikningstímabilinu og stofnað reikninga. Og þá stofnaði ég þá alla. Núna er ég með fjölda reikningsferða, 5 reikninga. Og næsta skref væri þá að bóka þá. Ég segi bara já við því. Þá færast þeir í næsta glugga fjöldi bókaðra reikninga. Hér er ég búin að bóka fyrir tímabilið. Nú ætlum við að skoða hvað kemur hérna ef við tökum langtímabáta og á bakvið það eru leigueiningarnar og vigtakerfið sett upp líka. En það má alveg eins vera undir einhverju öðru tímabili að þá sækjum við komur úr leigu vegna nú erum bara að vara okkur við að við erum að gera þetta aðeins fram í tíman að tímabili sé ekki búið og við erum búin að stofna hérna langtímabátana og það er hægt að skoða fara eftir hérna, það leiðir mann áfram að sækja þá, skoða línur, stofna svo reikninga og bóka reikninga. Þeir eru komnir hérna inn í bókaða reikninga. Þá erum við komin bara með yfirlit yfir. Það eru 4 skipskomur, 1 leigueining og 1 með uppruna í vigtakerfi. Og ef það þarf að bakfæra reikning, þá verður alltaf að gera það í hafnakerfinu til að bakfæra slíka skipskoman og slíkt. Þá er það bara hérna með að kreditfæra reikning og þá myndast sölu kreditreikningur. Og hér er þá líka síðan gott að bera saman tímabil kannski, tölfræðin, hvað er hérna búið að innheimta okkur í tímabili. Já, þá hérna bara er þetta nokkuð komið hjá okkur og búin að það hafi haft eitthvað gagn af. Næstu kynningar eru 20. apríl, þá var mælakerfi, það er fyrir bæði heitt og kalt vatn. 4. maí sjálfvirknivæðing í bókhaldi og 18. maí er skjalavinnsla og vistun. Og hægt að skrá sig á wise.is, námskeið.